Við höldum áfram með borgarstjórnarfund hér í Ráðhúsinu og göngum til annars liðar á útsendri dagskrá en fjórða liðar á fundinum hér í dag sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks ferðakostnað og ferðaheimildir og fyrstur tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Í 18 mánuði hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvað eftir annað lagt til að ákvarðanir utanlandsferðir á vegum borgarinnar verði kynntar í viðkomandi nefndum og ráðum í því skyni að auka gagnsæi og aðhald við ráðstöfun almannafjár. Í jafnlangan tíma hafa fulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna komið í veg fyrir að slíkar upplýsingar séu birtar og verið með ótrúleg undanbrögð í málinu. Já, borgarfulltrúar góðir, maður hefur kynnst ýmsu í þessu starfi, ekki alltaf auðvelt að fá upplýsingar og stundum verður maður var við að það ekki vinsælt að þessi spurt erfiðra spurninga. En eitthvað þarf að spyrja þér á og það er þetta sjálfsögðu hlutverk starfsmanna borgarinnar og meiri hlutans hverju sinni að sjá til þess að öllum spurningum upplýsingar sé svara greiðlega. En þetta mál, ferillinn í þessu máli er orðinn 18 mánaða langur. Og ég ætla kannski að lesa upp tillöguna sem er hér undir. Og hún er svo hljóðandi. Í því skyni að auka gagnsæi og eftirlit við ráðstöfun almannafjár beinir borgarstjórn því til borgarritara að bæta eftirfarandi skrifum inn í verkferil vegna ferðaheimilda í ferðum á vegum Reykjavíkurborgar. Fjármálastjórar fagsviðar skulu senda ársfjórðungslega lista yfir þetta er röngtillaga sem ég lesi upp. Ég glemti að taka hana með mér. En sem sagt, tillagan er svo hljóðandi. Í því skyni að auka gagnsæi og eftirlit við ráðstöfun almannafjár beinir borgarstjórn því til borgarritara að bæta eftirfarandi texta við lið 1.4 í reglum ferðaheimildir og greiðslu ferðakostnaðar í ferðum á vegum Reykjavíkurborgar. Ákvarðanir ferðir starfsmanna og ráðgjafa vegum borgarráðs eða borgarstjórnar skulu kynntar í borgarráði en aðrar ferðir starfsmanna og ráðgjafa skulu kynntar á fundi þeirra nefndar eða ráða sem viðkomandi svið heyrir undir. Og þessi tillaga okkar sjálfstæðismanna var semst fyrst lögð fram í borgarráði 4. mars á síðasta ári. Frekar einföld tillaga, ferðaheimildir hefur það nokkuð verið til umræðu og svolítil komið gagnrýni fram bara utan á bæ á borgina fyrir ferðir til þess borgarfulltrúa. Sú gagnrýni er ekkert óalgeng og oft kemur fyrir að hún sé ómakleg og þess þá heldur ætti að vera ástæða til fyrir okkur að hafa þetta bara allt upp á borðum. Nú, það fer ekki hjá því að það sé ykkur kostnaður við þetta og ég held að sé æskilegt með sem flestan kostnað að menn átti sig á því fyrirfram þegar að lagt út í hann. Það gerum við auðvitað með fjárhagsáætlun, en það eru auðvitað ýmsir liðir sem ráð er gert fyrir í fjárhagsáætlun sem ekki hefur verið tekin ákvörðun hvernig síðan er spilað úr á árinu. Og þetta er viðkvæmur liður, ég get nefnt það að í tengslum við viðhorfskönnun á meðal starfsmanna, skóla eða menntasviðs eins og hér þá fyrir mörgum árum, þar sem var óskað eftir ábendingum sparnað hjá borginni, þá var þetta atriði sem var oftast tekið fram, það var minnst á utanferðir. Og það má vel verið, nú ætla ég ekki að halda því fram að umfang utanferða sé eitthvað gífurlega mikið eða of mikið. Eins og við vitum þá er borgarstjórn í alþjóðlegu samstarfi og ráð og nefndir borgarinnar hafa farið í kynnisferðir erlendis. En þetta hefur stundum verið svolítið viðkvæmt og ekkert að því að hafa þetta upp á borðinu. Það var ákveðið fyrir margt löngu að það skyldi vera tekið og helst bókað á fundum viðkomandi ráðs þegar að kjörnir fulltrúa færu. Fannst öllum það sjálfsagt, ég var svona misjafnlega fylgt eftir, svo var held ég bætt úr því. En það er ekkert sem mæli gegn því finnst mér að við tökum bara allar ferðir og setja þær upp á borðið. Þannig að við sjáum þar, kjörnir fulltrúar,
og viðkomandi starfsmenn borgarinnar og svo bara hver sem bara almenningur eða blaðamenn þeir sem hafa áhuga á því að lesa þessar fundargerðir. En nú sem sagt fyrir eitthvað svona utan kerfis og jafnvel innan kerfis eins og okkur, þá mjög erfitt að fá svona yfirlit yfir þetta allt saman. En þessa tillögu fluttum við sem sagt í mars í fyrra fyrir rúmum 18 mánuðum og það tók 3,5 mánuð að fá tillöguna tekna fyrir. Meiri hlutinn óskaði eftir því að henni frestað afgreiðslu hennar frestað í borgarráði. Kom mér á óvart að ég taldi að það væri ekkert stórmál að ræða. En það liður sem sagt 3,5 mánuður þar til hún var tekin fyrir. Það var sem sagt í júní í fyrra. Og þá kom eina af þessum frægu breytingartillögum. En það breytingartillaga það í orðabóku meirihlutans þegar að þeir vilja ekki fallast á þá tillögu sem liggur fyrir hjá minnihlutanum, kunna samt ekki alveg við að fella hana og semja þess vegna nýja tillögu sem felur allt annan hlut í sér og kalla tillöguna sína breytingartillögu. Þannig að meirihlutin lagði fram breytingartillögu sem fólu það í sér að okkar tillögu var bara vísað út í hafsauga það var ekki fallist á það að við borgarfulltrúar og bara fólk í nefndum og ráðum borgarinnar fá þessar upplýsingar fyrir fram. En kom svo með tillögu það að þetta skildi vera birt eftir á ársfjórðungslega. Ársfjórðungslega lagði fram listar í nefndum og ráðum yfir þessar ferðir eftir á. Og þetta að sjálfsög annað verklag og hefur verið bara mun heiðarlegra að fella okkar tillögu beint og koma svo með nýja tillögu frá meirihlutanum, en svona vildi meirihlutin hafa þetta og ég held að við höfum samþykkt þetta á sínum tíma hérna í júní að því þetta var svona áfangi í rétta átt, en síðan þegar borgarstjórn kom saman eftir sumarleyfi í fyrra, þá lögðum við tillöguna fyrir borgarstjórn því okkur fannst eðlilegt að þetta væri mál sem bara allir borgarfulltrúar tækju afstöðu til. Þetta er ákveðið gagnsæismál og þá vék svo við fluttum tillöguna þá sem sagt 1. september fyrir réttu ári og þá brá svo við að tillagan var felld með 9 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og Flugvallarvina. Og ég verð að segja, ég var við svona smáægilegan pirring yfir því að ég var flutningsmaður þessari tillögu. Ég var smá pirring yfir því ég var að flytja hana og rauninni bæði frá pólitískum félögum mínum í borgarstjórn en líka og þá var ég við í meirihlutanum og líka einstaka embættismanni en þessi gagnsæistillaga frá Sjálfstæðisflokknum var semst felld hér fyrir ári og meirihlutinn bókaði við það tilefni að í stað þessara tillögu sem var felld þá hefði þegar verið samþykkt breytingartillaga að ársfjórðungslegir listar yfir allar samþykktar ferðaheimildir yrðu lagðar fram á fundum fagráða og borgarráðs. Og svo segir í bókuninni orðrétt með leyfi forseta: Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata telja rétt að láta reyna á það verklag áður en farið í frekari breytingar á því og umfang þess, flækjustig og kostnaður við það aukið. Lesalabréf lokast. Og þetta fannst mér merkilegt. Í fyrsta lagi vitum við vitum að fjármál borgarinnar eru ekki í góðu horfi og við viljum gæta kostnaðaraðhalds sem víðast. Og það er bara, ég held að það væri þannig í öllum rekstri og allri stjórnun að það er alltaf betra að sjá útgjöldin fyrirfram, hvort sem það í smáu eða stóru. Þess vegna samþykkjum við fjárhagsáætlun borgarinnar fyrirfram, ýmsar aðrar áætlanir fyrirfram. Það er auðvitað allt annað ef að standa fyrir kostnaði sem hefur verið greiddur. Það er alltaf erfiðar að taka slíkum kostnaði að sjálfsögðu þegar það er búið að greiða reikninginn. Í þessari bókunni líka talað gefið í skyn að það sé mikið, þetta sé umfang, þetta sé flækjustig og kostnaður og ég held að það sé ekki. Ég held að það sé ofmetið kannski viljandi hjá meirihlutanum umfang málsins, flækjustig og kostnaður við það að leggja ferðaheimildir sem kortið er verið að samþykkja væntanlega af einhverjum embættismanni á viðkomandi sviði, að leggja það fyrir fund ráðsins
Eins og menn vita þá eru margvíslegar upplýsingar lagðar fram fyrir nefndir, bara þó var ekki nema til upplýsingar, og ég hef aldrei heyrt það fyrir að það sé eitthvað kannski ráð sem er að fá alls konar upplýsingar fyrir eitthvað fund, að það sé eitthvað kostnaður við að bæta svona upplýsingu við. Og síðan líka þegar það var ákveðið þarna áður að birta upplýsingum ferðir borgarfulltrúa sem var bara gott mál því var bætt við. Það var enginn sem talaði það varðandi þá samþykkt að það hefði eitthvað kostnað eða flækjustig í för með sér. En svona liggur þetta nú og vegna þess að þessi tillaga var samþykkt 18. júní í fyrra, sett breytingartillaga meirihlutans ársfjórðungslega lista, þá hefðu við, ef mér bregst ekki reikningslistin, sko, þá hefðu við átt að vera búin að fá 5 ársfjórðungsuppgjör. Við hefum átt að vera búin að fá þetta 5 sinnum og höfum ekki fengið, og ég hef mér sér spurt þetta í einhverju nefndum ráðum nokkru sinnum, sko, hvort þessi vona á þessu. Fékk þetta svör í einu ráða, það var ekki vona á því vegna þess að engin ferð hefði verið farin af viðkomandi ráðs á þessum tíma. En það er örugglega misjafnt eftir ráðum og ég held að það sé algjörlega ljóst, ef maður horfir á þetta bara mjög hlutlaust, að því meirihlutinn lét bóka á þessum tíma að það ætti að láta reyna á þetta verklag með ársfjórðungslega listana. Engin listi hefur borist, ekki mér vitanlega, ég reynda að sitja ekki öllum ráðum, þannig að það er gott ef borgarstjóri sem hlýtur að bera ábyrgð á framkvæmdinni upplýsi mig það hvort þetta hefur verið lagt fram í einhverjum ráðum. En ég tel samt bara full reynt að þetta fyrirkomulag hefur ekki gengið, og þá liggur bara beint við að samþykkja upphaflega tillögu okkar sjálfstæðismanna sem við fluttum fyrir 18 mánuðum, láta þá reyna á það verklag, og við skulum þá reyna að vera vakandi fyrir því að þetta sé lagt fram. En þetta leiðir, þetta í sjálfu sér einfalda mál, leiðir hugan að verklaginu, verkstjórninni í ráðhúsinu, verkstjórninni hjá borgarstjóra og formanni borgarráðs eða meirihlutanum í borgarráði, að framfylgd á svona tiltölulega einfaldri tillögu sem flestir held ég að hljóti bara að vera sjálfsagt þegar óskað er eftir meira gagnsæi, þá segir bara menn já, ekki nema hafi einhvern hrikalega mikið kostnað í för með sér sem hefur ekki. Og það hefur verið minnt á þetta tillaga flutt hvað eftir annað, samt hafa engar upplýsingar fengist. Og ég tel það miður, ég held að sé bara fínt að hafa hana kostnað upp á borðinu. Ég held meira að segja að stundum hafi þeir sem gagnrýna ferðakostnað, þeir hafi stundum hrapað ályktun, það ég hef alveg komið fyrir að gagnrýni sé ómakleg, og menn hérna hafa mér segið í borgarstjórn nefndi kvenkar sér undan slíkri gagnrýni. Nú ef það er allt í lagi með þetta, þá er ekkert, ef svona upplýsingar eru birtar fyrirfram, þá er væntanlega komið bara í veg fyrir það að einhver ómakleg gagnrýni eigi sér stað. Menn verða kannski gagnrýnni fyrir vikið á ferðirnar. Ég viðurkenni það, ég hef farið í margar ferðir á vegum borgarstjórnar og sko flestar já, myndi ég segja, hafa verið mjög góðar og hérna maður hefur styrkt sig í starfi yfirleitt, en ég viðurkenni það líka, ég hef farið í ferðir sem hafa þegar upp á staði bara reynst bara ekki góðar og jafnvel einhver vitleysa, sko. Þannig að þetta getur verið alla vegana og stundum hugsa maður eftir á þessa ferð hefði nú mátti kannski rýna betur fyrirfram til þess að með gagnrýnni augum, og erfitt að nefna dæmi. Mér dettur þó í hug ferð sem stjórn bílastæðasjóðs hugðist fara til San Francisco. Það kom frétt þá ferð í einhverju blaði eða fjölmiðli áður en hún var farin og kallaði á okkur að gagnrýni, og það gerði það að verkum að ferðin var ekki farin. Það var stjórn sjóðsins held ég hætti við hana. Auðvitað velta mér fyrir sér þegar maður sá fréttina hvað hefur stjórn bílastæðasjóðs að gerast til San Francisco, hefði ekki verið í staðinn fyrir hvað er það í bílastæðamálum San Francisco sem við getum lært af. Kannski er það eitthvað, ég hef ekki kynnt mér bílastæðamál þar, en einhver velti fyrir sér hefði ekki verið nær að fara einhverja ferð til eitthvað nær okkur, til kannski borg sem er að sambærilegri stærð af Reykjavík. Er ekki líklega að við getum lært eitthvað á borgum sem eru svipaðar stærðar við, í staðinn fyrir að vera að fara til
til milljónaborga. Þarna kannski dæmi það sem menn rýndu hlutina betur og komast kannski að raun það að það væri kannski hentur að fara eitthvað annað, ég veit það ekki. En þessar, við sem þetta óskum eftir að fá þessar upplýsingar, teljum að það er bara að vera auðsótt mál og okkar bókhaldskerfi og okkar hæfa bókhaldsfólk því að ekki vera skótaskuld að ná þessu fram. Ég man þegar að Agresso-kerfið var keypt á sínum tíma og svo hefur það nú verið uppfært nokkrum sinnum ef ég man rétt og borgin lagt í kostnað við það. Og í hvert sinn sem óskað til fjárveitingu til að bæta þessi kerfi okkar, þá fylgir það alltaf með, þá farið við málun og fylgir alltaf með að eftir fjárveitinguna og eftir breytinguna þá eigi að vera ennþá auðveldara að nálgast allar bókhaldsupplýsingar á svipstundu úr bókhaldi borgarinnar. Þetta sé ekki lengur spurningu daga, þetta sé bara spurningu einhverja mínútur ef viljinn er fyrir hendi. Þannig að ég myndi segja að ég tel að hafa verið mistök hjá meirihlutanum, eða kannski ekki mistök, kannski var að vilja gert að þau pirra sig á svona spurningum, að fella þessa tillögu okkar fyrir ári, en nú er tækifæri að bæta úr því. En það má minnast á hér í framhjálaupi að ég sá það daginn að í byrjun þess árs, 7. janúar, þá lögðu borgarráðsfulltrúi Framsóknar og flugvallavinna fram fyrirspurn í borgarráði ferðakostnað Reykjavíkurborgar á árinu 2015 og þetta var á fyrsta fundi held í nýs árs og spurt liðið ár og síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar, ég held að séu liðnir 8 mánuðir frá næstu 8 mánuðir frá þessi fundi var haldinn og eftir sem kemst næst þá eru upplýsingar ekki enn komnar og mér finnst þetta bara furðu, mér finnst þetta sæta mikilli furðu að það skuli taka þennan tíma að fá svar við frekar einfaldri fyrirspurn. Þetta var ekki að vera rosalega flókið hélt ég, en ég held að við þá líka bara veltaði fyrir okkur vegna þess að við berum ábyrgð á rekstri borgarinnar. Sko, þarf ekki að bæta eitthvað sko verkferlana og vinnulagið í þessum fyrirspurnum öllum. Ég verð að segja að þetta er ekkert eina fyrirspurnin sem kannski bara býður í 8 mánuði áður en er svarað. Það eru fleiri dæmi og auðvitað, og maður veltir fyrir sér, þetta er ekki eðlilegt, þetta var ekki þekkt í neinu stórfyrirtækja, menn þurfa að bíða 8 mánuði eftir svona upplýsingum. Kannski finnst mönnum upplýsingarnar spurningi svo ómerkileg að það sé allt í lagi að taka 8 mánuði að svarinni, en það hlýtur að eiga að vera á valdi okkar, kjörinna fulltrúa sem spyrja spurningana, að meta hvað er mikilvægt fyrir mig og hvað ekki. Og það læðist óneitanlega að manni sá grunur að þegar bara svona tillögu, sjálfsagðri tillögu gagnsæi, henni bara, það beði í marga mánuði með að taka hana fyrir, það er samt einhver breytingartillaga, svo er hún felld og þessu vísa fram og aftur. Svo kemur hann einföld fyrirspurn nokkrum mánuðum síðar bara hennar ferðakostnað. Það beði 8 mánuði með að svarinni, ég veit ekki hvernig henni verið svarað, að þetta sé, mér grunna þetta sé eitthvað svona taktík hjá meirihlutanum að þreyta fiskinn, þreyta okkur borgarfulltrúa minnihlutans í að spyrja spurninga, stundum óþægilegur restur borgarinnar. Því auðvitað er að svo borgarfulltrúa góðir að þegar líður langur tími þarna fær svar, kannski allt upp í ár, þá virkar það auðvitað letjandi, það virkar svona letjandi á, hlýtur að virka letjandi á mann að spyrja. Lítið barn sem fær ekki svar frá foreldri sínu það okkur himinn sé blár, það auðvitað það hvetur ekki til frekari spurninga. Og samir hjá okkur þessum með borgarfulltrúana að blá eiga borgarfulltrúa að þegar mál eru tafin svona von og viti þá það hvetur okkur ekki til að spyrja spurninga og svona til langs tíma getur þetta borgarresturinn liðið fyrir það því að við höfum öll að vera svona sammála og svona samhent í því að vinna borginni í gagn, spyrja spurninga, kalla fram upplýsingar á rekstrinum, bera þetta saman og það ætti að hvetja okkur til þess frekar en hitt því að betur sjá augu en auga og ég fullyrði það á öllum tímum þá hafa líka þegar Sjálfstæðisflokkurinn er í meirihluta þá komu borgarfulltrúar minnihlutans með margar góðar spurningar og margar góðar athugasemdir sem rétt var að taka tillit til. Þannig að ef þetta er stefnan hjá meirihlutanum að veita minnihlutanum sem lakasta þjónustu, vera sem lengst að svara, en þá er hræddur að þetta sé eitthvað sem borgarreksturinn tapi á til lengri tíma.
og á auðvitað bara ekki að viðgangast í góðri stjórnsýslu að eigi sér stað. En sem sagt, borgarfulltrúar góðir, þetta þessi tillaga lögð fram og ég bara vona því það búið að reyna á hina tillöguna í 15 mánuði að við getum þá bara sameinast það í dag að samþykkja þessa góðu tillögu og komið henni bara í gagnið sem fyrst. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og hv. borgarstjóri tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég saman á borgarfulltrúanum það að þetta í sjálfu sér ekki stórt mál og auðvitað leiðinlegt hvað hefur tafist að framfylgja því. Það mun liggja í tæknilegum skýringum. Það átti að rafvæða þennan feril í Aggresso þannig að það væri hægt að draga þetta einfaldlega út og sú innleiðing hefur því miður tafist. Ég bara biðst velvirðingar á því en undirstrika auðvitað gilda ferðalög bæði embættismanna og stjórnmálamanna í borginni býsna skýrar reglur. Og það ekki það að ræða þurfum eitthvað óttast að þetta sé skráð og svo framvegis en það hefur reynst þrautin þyngri að fá dekkandi upplýsingar þetta þannig að því sé alveg treystandi en mér skilst nú að það eru upplýsingar sem kallað var eftir af borgarfulltrúum Framsóknarflokksins í að vera klárar en ég sé ekki ástæðu til að samþykkja þetta mál aftur enda hefur það verið samþykkt þegar með breytingum og kannski ekki mikið meir það að segja. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúinn óskar eftir að veita andsvar. Já, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ekki gott að heyra, en kannski gott að vera skýringuna að það séu tæknilegar ástæður fyrir því að þessir ársfjórðungslegu listar hafi ekki enn verið lagðir fram og væntanlega varðandi fyrirspurnina líka. Ég undrandi vegna þess að það ekki fyrsta sinn sem slíkra spurninga spurt. Það má heita bara regla að spurninga ferðakostnað í borgarkerfinu sé spurt bara á öllum tímum. Bara ef ekki á hverju ári þá annað þriðja hvert ár og ég hefði haldið að borgarkerfið væri alveg þaulvant að fást við slíkar spurningar og svara þeim. Og fullyrði að þessar spurningar hefur mjög oft verið spurt hér í fortíðinni og það hefur fengist svör við þeim. Ég man að fyrir nokkrum árum þá var ég bara á einhverjum nefndarfundi að tala ferðakostnað og menn fóru að tala hvort hann geti verið eitthvað mikill og svo man ég bara daginn eftir fundin eitthvað svoleiðis. Þá bara sendi fjármálastjóri viðkomandi sviðs. Hann sendi okkur bara útprent yfir ferðir af vegum sviðsins sem var alveg töluvert Þetta var bara galdra fram á bókhaldinu á nokkrum mínútum. Þannig ég bara, kæru borgarfulltrúar, ég kaupi það ekki að þetta séu tæknilegir örðugleikar á því að veita borgarfulltrúum og þar með borgurum öllum þessar upplýsingar. Og mér finnst leiðilegt að heyra að borgarstjóri leggi hér til, maðurinn sem er embættismaður okkar allra á að hjálpa okkur að ná í upplýsingar en ekki hefta aðganginn að þeim. Mér finnst leiðilegt að hann skuli leggja hér til að væntanlega til okkar verið felld að því hann vill ekki samþykkja sammáli tvisvar en ég vil þá segja það er alveg grundvallarmunur á þessu. Önnur tillagan gerir ráð fyrir því að þessar ferðaheimildir verði bara gefnar upp leið og þær eru samþykktar eða fyrirfram áður en ferðin farin. En tillaga borgarstjóra gerir ráð fyrir því að við eigum að fá að vita þetta eftir á og það er mikill munur á þessu tvennu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið að veita andsvar. Þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Var ekki neitt glas? Ég geymi það hérna. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég ætla aðeins að bæta við hérna það sem að borgarstjóri hafði fram að færa hér. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, hann að leggja þessa tillögu hér fram í annað eða þriðja skipti, ekki alveg tölu á því. En aðalatriði í þessu enn og það að eins og hann kom inn á sjálfur borgarfulltrúan, 18. júní var tillagan tekin til afgreiðslu, sú tillaga sem borgarfulltrúinn las hér áðan, Kjartan Magnússon. Og þar var lögð fram og samþykkt breytingatillaga sem ég ætla nú bara að lesa hér í heild sinni.
Hún hljóðar svo: í því skyni að auka gagnsæi og eftirlit við ráðstöfun almannafjár beinir borgarráð því til borgarritara að bæta eftirfarandi skrefum inn í verkferil vegna ferðaheimilda í ferðum á vegum Reykjavíkurborgar. Fjármálastjóri, þetta náttúrulega með leyfi forseta, fjármálastjórar fagsviða skulu senda ársfjórðungslega lista yfir allar samþykktar ferðaheimildir sem lagður verður fram á fundi viðkomandi fagráðs. Fjármálastjóri ráðhúss skal senda ársfjórðungslega lista yfir allar samþykktar ferðaheimildir á vegum borgarráðs og borgarstjórnar sem lagður verður fram á fundi borgarráðs. Og tilvitnun lýkur. Hér er tillagan í heild sinni og að okkar mati mætir hún algjörlega því markmiði sem að við vildum sjá út úr þessu. Það er hins vegar bagalegt að framkvæmdin hafi ekki verið sem skildi og hvort sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kaupir skýringarnar eða ekki, þá er það nú einfaldlega svoleiðis að það eru tæknilegir örðugleikar sem valda þessu. Sama má segja ítarlega fyrirspurn Framsóknar og flugvallavinna varðandi ferðakostnað yfir heilt ár og það er nú einfaldlega svo að sú tillaga, hún hefur, sú fyrirspurn, að það er auðvitað mikilvægt þegar við erum að svara fyrirspurnum að svörin séu rétt og það er ekkert ábyrgt á okkur að leggja fram svör sem að við erum ekki fullu sem að séu rétt. Og í þessu tilviki þá verður þetta tekið mjög langan tíma, vísu datt inn í þetta sumarfrí og annað slíkt. En þetta eru miklar upplýsingar og þarf að, hefur bara verið svolítið úrvinnsla að greina þetta. Ég hef ekki séð að borgarfulltrúar í minnihlutanum hafi mist móðinn við að leggja fram fyrirspurnir eða tillögur þessi síðustu 2 ár og ég held að þið geti verið sammála að það er leitast við að svara öllum fyrirspurnum eins vel og eins fljótt og hægt er. En það er auðvitað bara þannig að það kemur fyrir að einstaka fyrirspurn það dregst að svara þeim. Það er bagalegt þegar það gerist en það er ekki þannig að það sé einhver taktík eða einhver illvilji eða einhver tilraun til að leyna upplýsingu sem þar býr að baki. Það er svo langt því frá. Og ég held að það er náttúrulega langt síðan að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var í meirihluta en hann man nú hugsanlega kannski að það er hér er hansi umfangsmikill rekstur í gangi og gríðarlegt magn af hlutum sem að þarf að svara og hlutum sem þarf að gera og þessum fyrirspurnum er bara svarað eins fljótt og eins vel og hægt er. Það er einhver stungi undir stól og enda vitum við það að það myndi aldrei ganga. Borgarfulltrúar minnihlutans eru afskaplega duglegir við að minna á þær fyrirspurnir sem að þeir leggja fram og við auðvitað bara munum leggja okkur enn frekar fram við að svara og erum alltaf að reyna að bæta okkur og það hættir aldrei. En varðandi þessa tillögu að þá held ég að sé langa eðlilegast að henni sé vísa frá. Við lítum þannig á að það sé búið að afgreiða þetta mál og þarf að gera það aftur. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, næst á mælendaskrá. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Kjartani Magnúsinni fyrir að hafa kannski vakið máls á þessu. Ég áttaði mig kannski ekki beint á því að við myndum vera að fara í umræður svartíma á fyrirspurnum og tillögum hjá okkur. En það væri óneitanlega áhugavert að skoða það og fara bara í hafa það á sérlið dagskrá borgarstjórnarfundar einhvern tímann. Því að þrátt fyrir að við í minnihlutanum séum mjög dugleg og þreytust seint við að
setja fram fyrirspurnir og tillögur, að þá er það aftur á móti rétt sem borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon segir að það er, þetta er bara alltaf svona botnin úr, ekki endilega vinnuna heldur kannski því sem við erum að reyna að ná fram á þeim tíma þegar við erum að leggja fram þessar fyrirspurnir. Nú, það hefur komið fram að Framsóknarflugvallavinnu lögðu fram 7. janúar 2000 á þessu ári fyrirspurn sem að hefur verið talað að sé erfitt að svara og vísa til þess að tæknilegra úrlausnarvanda. Ég hef þá, ef að það reynist rétt, þá hef ég töluverðar áhyggjur af því hvernig færsla á bókhaldslyklum háttað hjá í kerfinu hjá borginni. Vegna þess að í rekstri á þeim fyrirtækjum þar sem ég hef komið að þá eru launaliðir settir á sér bókhaldslykil og þar undir yfirleitt einn svona yfirlykill og svo eru fleiri undirlyklar þar sem að bara, utanlandsferðir, dagpeningar innanlands, launatengd gjöld, tryggingagjald, ferðalög og annað slíkt. Þannig að ég hef verulegar áhyggjur ef að stjórnunartæki okkar ekki betra heldur en þetta. Af því að tillagan sem að Framsóknarflugvallarvinnu lögðu fram raunverulega bara, ætti að vera bara útprentun á saldólista settur og tekin saman síðan í Excel. Ég hafði ekki áttum á því að það væri virkilega svona slæm staðan. Ég held aftur á móti að hún sé ekki svona slæm. Vegna þess að það virðist vera að þeir sem eru reynslumiklir í pólitík, þeir leggja fram fyrirspurnir í borgarráði og borgarstjórn og í nefndum og ráði. Ég skal alveg viðurkenna það að fyrst þegar ég kom hérna inn og byrjaði að vinna, þá sendi ég fyrst bara beint á fjármálaskrifstofu til að fá svo upplýsingar og svo beint á rita borgarstjórnar og einhverjum svona fleiri sem ég vildi, var ekkert að fara með þetta opinbert. Af því ég var bara að vinna vinnuna mína. Og svo var einhvern sem sagði mig, já, það þýðir ekki fyrir að vera að spurja svona. Þú ert í minnihluta, þú verður að spurja þessu á opinberu vettvangi. Þannig að lágu mig hver sem reynsluleysi mitt í pólitík á upphafsdögum, en það kannski ég hef reynt að halda vel utan þetta hinga til. En það breytir því ekki að ég tel þess að bókhaldsgögn vera yfirleitt mjög gott stjórnunartæki fyrir okkur sem erum að vasast í þessum málum á hverjum tíma. Og 2. september á þessu ári þá sendi ég fyrirspurn innan embættismannakerfisins þar sem ég baði að fara samantekt á öllum launagreiðslum sem hafa átt sér stað frá Reykjavíkurborg til Framsóknarflugvallavinnu á þessu ári ásamt launum og launatengdu gjöldum. Ég baði reyndar ekki ferðakostnaðinn af því að ég baði þetta. Þetta tók 4 daga af því ég vissi að þetta var bara útkersla úr Excel eða úr bókhaldskerfinu á saldólista og svo get ég svo sem handpikkað eitthvað á milli. Þannig bara fyrirgefið mér ágætu borgarfulltrúar sem hafa komið upp í pontu og talað flækjustigið í þessu. Ég held að það væri kannski bara ágætu við fengjum einhverja kynningu bara í borgarráði frá hvernig utanumhald á bókhaldslyklum háttað því þetta virkilega skiptir máli. Þetta samt ekkert aðalmáli í rekstri borgarinnar. En þetta mikilvægt stjórnunartæki. Og ég ætla að vona að borgarfulltrúinn sé að koma henni upp og staðfesta það hversu mikilvægt stjórnunartæki þetta og það hljóti bara að vera einhvers staðar pottur brotinn í því að taka þetta saman. Ég ætla ekki að kenna neinu reynsluleysi eða þess háttar. En þetta samt sem staðan. Þegar ég sendi fyrirspurnir innan embættismannakerfisins ágætu borgarfulltrúar, þá fæ ég svörin mjög hratt og mjög örugglega. Jafnvel þó að séu óþægilega spurningar. Eins og til dæmis sem ég hef aldrei gerð opinberra eins og tengslu við miðborgina okkar og eftir á skil þar, ársreikningum til dæmis, alls konar hlutir. En ég held að við þurfum að skoða betur og hvernig bókhaldin það háttað fyrst að það tekur svona afskaplega langan tíma að taka fram svör við spurningum borgarfulltrúanna sem hafa lagt þetta fram. Ég kem til með að styðja þessa tillögu, hún bara tekið til afgreiðslu til þess að sýna vilja í verki að við ætlum að vinna í þessu
og áskil mér rétt til að bóka undir þessum lið. Takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur óskað eftir að veita andsvar við aðeins borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er alveg sjálfsagt að fá yfirferð frá uppgjörsdeildinni hvernig bókhaldslyklum er háttað og annað slíkt. Það er bara fínt að borgarfulltrúar fái djúpa innsýn í það og við skulum bara miða við það á einum af næstu fundum borgarráðs að fá hér borgarbókara og hans fólk til að fara yfir það. En bara aðeins varandi tillögun og afgreiðsluna á henni að þá bara svo það sé alveg skýrt að þá lagði ég hér til málsmeðferðartillögu og tillögunum vísa frá þar sem hún væri þegar afgreidd og gerir það ráð fyrir að það verði það sem við greiðum atkvæðum hér á eftir. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Þá er andsvarum lokið og umræðum sömuleiðis og við tökum til afgreiðslu málsmeðferðartillögu sem að hér hefur verið talað fyrir. Þeir sem samþykkja það vantar hér borgarfulltrúi í salinn. Allir komnir í salinn, við göngum til atkvæða frávísunartillöguna. Þeir sem samþykkja að vísa málinu frá gjöfumerki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Við göngum til